Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Geirsdóttir og deildarstjóri kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands. Og ég heiti Ásta Bryndís Gram og sem sagt lektor og kennsluþróunarstjóri á heilbrigðisvísindasviðinu og kennsluráðgjafi hjá kennslumiðstöð. Við erum búin að taka saman stutt erindi aðlögun námsmats á tímum COVID. Því við vitum að þetta brennur á fólki og setja saman smá glæru pakka það. Og aðeins til að staðsetja okkur, þá eins og allir vita þá verið að hvetja kennara núna við Háskóla Íslands til að færa sem mest prófin sín yfir í rafrænt form í heimapróf ef að það hægt út af kennslufræðilegum ástæðum eða kennslufræðileg rök leyfa. Og það vegna þess að það vegna sóttvarnaregla þá mjög erfitt að halda próf í hefðbundnum prófstofum og hugmyndin að láta þau fara að hafa forgang próf sem eru samkeppnispróf eða áhættupróf þar sem að virkilega skiptir máli að það sé áreiðanleg niðurstaða á prófinu. Og í prófstofum þá verið að huga mjög vel að sóttvörnum og aðstæðum. Prófaskrifstofa alveg á fullu við að finna leiðir til að gera þetta sem best og í samstarfi við neyðarstjórn og aðra. Og það á heimasíðu Háskóla Íslands þá þessi upplýsingasíða það sem alltaf nýjustu fréttir og maður getur farið þar inn og fengið upplýsingar hvað sem Þannig að við erum svona að vinna svolítið með að auka rafræn heimapróf og höfum svona meira svigrúm heldur en oft áður til að breyta námsmatsaðferðum þrátt fyrir það sem stendur í kennsluskrá. Það ekki rétt hjá mér, Ásta? Jú, það víst. Já. Nú, aðeins námsmat, þetta viðkvæmur þáttur í kennslunni og margir fræðimenn segja að þetta sé sá þáttur kennslustar sem hvað erfiðast að breyta. Þetta oft síðasta vígið þegar við erum að þróa kennsluhætti. Og til dæmis núna í COVID þá kemur í ljós að það sá partur kennslu sem að minnst búið að þróa hvað varðar tæknilega lausnir. Og þetta erfitt fyrir kennara, kennur fyrst námsmat oft tímafrekt og erfiðasti hluti kennsluna, við erum að leggja mat á frammistöðu nemenda, það getur oft verið svolítið snúið. Og þetta líka sá þáttur kennslu sem að nemendur hafa hvað mestar áhyggjur af og maður benda á nýlega könnun frá stúdendaráði sem að sýnir að þau hafa miklar áhyggjur og búa við kvíða og óöryggi. Og kvíðin beinist fyrst og fremst að prófunum á námsmatinu. Og aðeins við erum þegar við tölum með námsmat þá við að tala svona tvær megintegundir. Annars vegar leiðsagnamat sem mest fyrst og fremst endurgjöf þar sem við erum að nota námsmati til að hjálpa nemendum að læra og ná einhverjum árangri og ná þeim hæfniviðmiðum sem við höfum sett. Og hins vegar lokamat sem svona til að tékka á hvort þau kunna það sem þau eiga að kunna og þau get ekki mikið haft áhrif og það unni með þá niðurstöðunum að vera glöð eða leið og unni alltaf betur að bæta sig að þau komi illa út. En þetta náttúrulega mjög misjafnt á milli námskeiða og námsleiða hver áherslan á lokamatið. Og sumir geta hreinlega nokkuð auðveldlega fært til áherslu þannig að lokamatið gildir ekki eins mikið og kannski áður en svo erum við líka með eins og við sögðum á það samkeppnispróf og áhættupróf. Það próf það sem verið að greina á milli nemenda og það samkeppni pláss og þar náttúrulega ekki hægt að kannski ekki auðvelt að bjóða upp á próf þar sem maður veit ekki hvort það var nemandi sjálfur sem var að taka prófið eða hvort það var að taka með aðstoð sem kannski einhver annar hafði ekki. Þannig þetta staðurinn sem við erum í. Við erum undanfarna viku líka búin að vera að velta fyrir okkur svona skilgreining, hvað erum við að tala og það þekkja allir staðpróf. Það eru prófin sem eru bara tekin hérna undir eftirliti í húsnæði háskólans, venjulegu prófin á próftöflunni. Svo viljum við nota orðið fjarpróf fyrir próf sem eru tekin á öðrum stað en í húsnæði háskólans og þau geta bæði verið staðpróf eða fjarpróf. Þau geta bæði verið tekin heima eða í einhverjum sérstökum stöðum. Það eru þá staðbundin fjarpróf sem eru tekin í sendiráðum eða eitthvað staðar annar staðar þar sem að háskólinn hefur gert samning við viðkomandi að fylgjast með frammistöðu nemandans. Og svo það rafræn próf sem þýðing á online exam sem eru próf þar sem við erum að nota einhvers konar hugbúnað eins og Inspire eða Canvas til að prófa kerfi til að láta nemendur taka próf í. Og svo það sem eru heimapróf. Við erum í svolítið vandræðum því að fullt af háskólakennurum hefur gegnum tíðina að nota heimapróf sem ákveðið fyrirbæri sem í raun og veru svona eins og
verkefni unnið á heima á einhverjum ákveðnum tíma, ekki undir eftirliti og það öðruvísi prófagerð og það maður þarf ekki endilega sérhæfðan hugbúnað en maður sjálfsög getur notað Inspire og Canvas þar og við erum svolítið að leika okkur svona saman með þessi tvö hugtök þannig við tölum svona rafræn heimapróf. Og það sem við erum svolítið hugtak sem skiptir máli í þessar umræður áreiðanleiki prófa eru prófin að mæla bara í raun og veru þá frammistöðu sem við höldum að sé að mæla. Og það eru yfirleitt 3 megin leiðir sem fer til að auka áreiðanleika prófa svona almennt. Það eða sem við viljum tala það er til sérstök prófavarnakerfi sem heitir remote proctoring. Það sem nemendur geta setið heima eða hvar sem þeir vilja og innbyggt inn í kerfin, tölvuna þeirra er kerfi sem fylgist með þeim á ýmsan hátt, annaðhvort með gegnum myndavél eða gegnum fingrasetningu. Þetta erum við ekki góð með, þannig að við þurfum ekki að gæla við það að geta fylgst með nemendum á einhvern hátt þegar þeir taka prófin, við höfum það ekki. Það er reyndar hægt að nota Turnitin sem margir þekkja innan háskólans. Það er hægt að nota það ef maður býr til verkefni í Canvas og leggur það fyrir sem heimapróf. Þannig hinar 2 leiðirnar sem við teljum vera nýtanlegar er annars vegar að höfða til heiðarleika og traust nemenda, að treysta nemendum. Og svo prófagerðin sjálf og það er þetta sem við ætlum að fókusera á, sérstaklega prófagerðina. En aðeins með bara heiðarleikan, það er náttúrulega heiðarleg vinnubrögð eru mikilvægur þáttur í háskólanámi, mikilvægur þáttur af því sem við erum að vinna með nemendum og kenna nemendum og yfirleitt umfjöllunarefni í vinnulagsnámskeiðum líka bara almennt, hvernig ber maður sig að vinna heiðarlega. Og þetta er mjög mikilvægt að við eigum það samtal við nemendur, bara við tökum ekki próf til að svindla eða eitthvað, við erum virkilega að sýna hvað við getum þegar við erum í prófum. Og það er við erum með heimildir aftast en þar erum við að vísa í stutt myndband þar sem Róbert Haraldsson og Henry Alexander hafa tekið saman siðferði og heiðarleikinám, bara mjög gott myndband sem hægt að nota til að ræða við nemendur. Svo er hægt að nota svokallar heiðarleika yfirlýsingar, þar sem við sýnum dæmi það og svo náttúrulega ræða við nemendur reglur háskólans því þar eru nokkuð skýrar það hver eru ábyrgð og skyldur nemenda og hver eru viðurlög ef maður bregst þeirri ábyrgð. Og hér eru dæmi heiðarleika yfirlýsingar. Svo fyrst af heimasíðu Uglu sem bara ég lýsi því hér með yfir að ég mun ekki leita utan að komandi aðstoð og svo framvegis. Hérna eru önnur á íslensku og ensku frá Verk og nátt og frá Von. Og það er hægt að svona heiðarleikar yfirlýsingar er hægt að setja fremst í próf, hvort heldur það opið próf eða hvort maður getur sett henni í Inspire eða hvar sem og maður getur líka sendt þetta og rætt slíkar heiðarleika yfirlýsingar við nemendur áður og beðið á að skrifa undir eða kvitta við. Yfir til þín, Ásta. Já, hvers konar rafræn heimapróf? Þegar að við færum próf yfir í rafrænt form að þá er mjög líklegt að það verði ekki eins og hefðbundið próf. Því að ofta þá eru þessi próf sem við erum með á stað ekki endilega mjög heppileg sem rafræn próf. Þannig að leggja fyrir rafrænt próf að það krefst eiginlega nýrrar hugsunar eða minnsta kosti annarrar nálgunar. Til dæmis að þá eru nemendur ekki á staðnum og því er ekki hægt að aðstoða nemendur í beinum samskiptum eða að tryggja fullkomlega að þeir noti ekki óæskileg hjálpargögn í þeim tilfellum sem prófið á að vera gagnalaust. Og þess vegna er mikilvægt að kennarar skoði með mjög gagnrýnum hætti hvort að þeir geti að einhverju leyti breytt námsmatinu, breytt þessum prófum sem að tekin voru á staðnum þegar að þeir færa þau yfir í heimapróf, til dæmis að byggja meira á verkefnavinnu. Og eins og þið sjáu þarna þá er minnst þarna á alls konar rafræn heimapróf. Það eru þessi sem að við þekkjum mörg vel sem eru þessi
próf sem eru án gagna og þar á meðal eru fjölvalsprófin eða krossaprófin og þá ýmist verið að nota spurningabanka eða þá að það hefðbundið próf þar sem allir fá sömu spurningarnar og svo þetta hægt að nota annars konar spurningar. Og svo eru þessi rafrænu heimapróf sem eru með gögnunum og þau geta verið auðvitað alls konar, til dæmis ritgerðir, tilfelli, skýrslur, það hægt að búa til extended abstract, það hægt að hafa alls kyns verkefni, jafnvel myndbandagerð eða hvað, það eru endalausi möguleikar. Og svo í þriðja lagi eru munnlegu prófin. Ef við byrjum aðeins á þessum rafrænu heimaprófum án gagna, að þá sem sagt þar hægt að nota þetta alls konar spurningar og það þarf að huga mjög vel að því hvernig maður býr spurningarnar til og hvernig maður leggur þær fyrir. Varðandi fjölvalsspurningarnar að ef að allir eru að fá sömu spurningarnar að þá mjög gott að geta ruglað röð spurningarna og svarmöguleikana og það gera þessi kerfi okkar og eins að þá gott að það sé bara ein spurning í einu þannig að í þeim tilfellum að prófin til dæmis skipti mjög miklu máli og við viljum ekki að þau séu með einn samráð að þá geta þau ekki dreift spurningum eins og hefur því miður komið upp á og við vitum að ef það ein spurning í einu að þá hafa þau ekki þetta yfirlit að geta séð hvað að koma. Nema náttúrulega að spurningin sé í samhengi þá þurfa þær náttúrulega að vera hvora eftir annari. Og svo annað að það hægt að stilla þannig að það sé ekki hægt að fara aftur á bak og svara fyrir spurningunum eða breyta svörum á þeim. Svo eru spurningabankarnir sem eru alveg brilljant tæki og þá fá nemendur tilviljanakennt einhverjar ákveðnar spurningar og ekki allir þær sömu. Þá segja margir hvað þá með áreiðanleikan. Það sem þarf þá að vera tryggt að þyngd spurningarna sé svipuð þannig að sumir nemendur sé ekki að fá erfiðari spurningar en aðrir. Og annað sem mjög mikilvægt að nemendur viti svo fyrirfram að prófið verði þannig að þau fái tilviljanakennt úr spurningabanka og helst að þau þekki svona nokkurn veginn svona skipulag og uppsetningu prófsins. Það áskorun að búa til góðar bæði fjölvalsspurningar og aðrar opnar spurningar sem reyna á efri stig hugsunar sem við tölum oft við sem erum á kafi í kennslufræðinni. Og þar kemur til hann Bloom okkar sem einn af okkar uppáhalds og hans þríhyrningur eða demantur eða píramídi eða hvað við viljum kalla þetta. En það sem að skiptir máli í þessum spurningum að við séum ekki alltaf að biðja nemendur að muna eitthvað eða eitthvað sem þau hafa lært utanbókar, við séum ekki alltaf að prófa þau á því stiginu því að við vitum jú líka að ef þau eru heima þá mikil freisting að fletta upp og þau eru fljót að googla. Fyrir utan það að það miklu betri kennsluhættir að vinna á þessum efri stigum hugsunar þar sem að nemendur þurfa að beita þekkingu sinni. Þau þurfa að sýna að þau hafi skilið og þau þurfa að geta beitt sinni gagnrýnu hugsun og fært rök fyrir máli sínu, geta dregið ályktanir og þess háttar og síðan sett fram einhverja tillögur, kannski til bóta í einhverju máli og það þarna sem að við viljum að þau séu að vinna, bæði auðvitað í námi og svo þegar þau eru að taka prófin. Það má kannski bæta því við að þetta flokkunarkerfi Bloom, það stigveldi kallað þannig að þó að minni og skilningu sé svona talið til lægri stigar hugsunar þá það yfirleitt oft svona forsenda fyrir, þú þarft samt að kunna einhvern ákveðin grunn áður og getur fara að vinna með hann.
Og þetta tengist líka það sem við köllum yfirborðsnálgun og djúpnálgun nemenda, þar sem þetta meira djúpnálgun og þetta yfirborðsnálgun. Þannig við kannski komumst ekki alltaf hjá því að vera að spyrja minnisatriði og skilning, en það erfitt í heimapróf, myndirðu ekki segja það? Jú, af því að þá svo auðvelt sko að fletta upp og nálgast þá þekkingu. En hins vegar það mikið erfiðara þegar að þau þurfa bara virkilega að hugsa og leggja sig fram við að beita þessari þekkingu á þessum efri stigum. En auðvitað vitum við að það heilmikið að námskeiðum sko, sem að það sem mikið að þau þurfa að læra og muna, segjum líkamsparta eða ná einhverjum orðaforða og slíku og þá hlýtur þetta alltaf að þurfa að vera einhver blanda. Og ástæður ekki hægt að nota þetta algjörlega með þegar maður að búa til fjölvalsspurningar, það náttúrulega þetta á líka við þær, að þær geta... Akkurat, við getum útbúið þær þannig að þær séu að lýsa einhverju scenario eða einhverju, hvað getum við kallað case eða tilfelli og þú þarft að taka ákvörðun það hvernig þú átt að bregðast við og þá hægt að hafa tillögurnar það eða möguleikana, svarmöguleikana byggða þannig upp að þú þurfir virkilega að hugsa og velta því fyrir þér hver sé rétta ákvörðunin. Þannig að, en eins og ég segi, sko, þetta náttúrulega, þetta svolítil vinna að gera góðar spurningar, það held ég að við getum öll verið sammála En það hjálpar okkur að Bloom hefur gefið okkur heilmikið af sagnorðum og þau birtast hér og stundum þegar maður svona eiginlega alveg tómur og manni dettur bara ekki í hug neitt gott orðalag að þá hægt að fara í þennan orðabanka og lesa og leita og velta fyrir sér hvernig hægt sé orðahlutina, draga saman niðurstöður, greina á milli, taka afstöð með eða á móti. Það svona allt mögulegt og alls konar hugmyndir sem að hann gefur okkur þarna það hvernig við getum hugsanlega orðað spurningarnar. Síðan að spá, hverju myndir þú spá að gerist næst, það svona til dæmis. Já. Akkurat, já. Og hér koma svo líka dæmi og þau hægt að nota sum þeirra bæði í svona fjölvalsspurningum og í opnum spurningum. Hvernig ber að túlka þessa niðurstöðu, hvaða þýðingu hafa niðurstöðurnar, hvað annað gæti haft áhrif á þær og svo framvegis og svo rökstyddu, það kannski meira opin spurning. Hvernig myndir þú meta sömuleiðis og svona. En það sem að við erum að tala að við reynum að nota þessi hugtök þarna að þau séu að beita, greina, meta og skapa. Þetta var náttúrulega rafræn próf án gagna og það bara svolítið erfitt að gera það. Þetta talsvert auðveldara, það ekki? Jú, að vissu leyti nema að yfirferðin kannski vill stundum taka meiri tíma vegna þess hvað tegundir prófa við notum undir þessu. En í þessum prófum þá eins og náttúrulega gefur, eða hvað segir maður eins og skýrt þarna, þá eru jú þessi próf með gögnum sem þýðir að nemendur að nota ákveðin kennslugögn. Stundum bara allt, en stundum einhver ákveðin hjálpagögn sem að þau mega hafa og oft eru tímamörk í þessum prófum en stundum ekki. Það geta alveg verið frá klukkutíma og upp í 2 daga eða jafnvel meira. En spurningarnar þær eru þá oftast þannig að þær krefjast þess að nemendur noti gagnrýna hugsun og greiningu, þannig að það reynir meira á þessi efristu hugsunar og þar að leiðandi eru þau að vinna með ýmsar hugmyndir og ýmis gögn sem að þau eru að draga ályktanir frá og geta þá verið bæði glærur, fyrirlestrar, lesefni eða þá hreinlega eitthvað sem að þau finna á netinu. Og þessar spurningar, ef við segjum að við séum með margar stuttar ritgerðir, að þá getum við líka sett þetta þannig upp að þau hreinlega fái þetta tilviljanakennt úr kerfinu og nemendur séu þá ekki allir endilega með það sama.
og þá þurfum við auðvitað aftur að passa upp á að þyngdin þessara verkefna sé þá svipuð. Því sambarilegt, já. Já, einmitt, það upp á þennan áreiðanleika. Og í sumu tilfellum auðvitað gefa kennarar út prófspurningar, verkefni fyrirfram, þannig að nemendur geta undirbúið sig og hafa þá kannski styttri tíma þegar þeir að vinna við þetta próf í heima hjá sér eða hvar. En oftar náttúrulega þessi aðferð notuð þegar að nemendur mæta síðan í stofu. Stundum fá þeir meira sér hafa með sér svona eitt blað með kannski einhverjum formúlum eða tölfræði eða einhverju slíku. Það þetta sem einspyr náttúrulega frábært af því að þegar það einspyr notað í prófstofum þá var þetta að loka af, þá var þetta að velja hvaða gögn nemendur eiga að hafa aðgangað. Akkúrat, einmitt. Og þarna ofta einmitt gott að setja svo lengdarmörk á svörin því eins og ég fara að segja þá þetta oft þannig að nemendur kannski skrifa heilmikið og ræða kannski fram og tilbaka en við viljum fá svona skýrt og skilmerkilegt svar helst. Þannig að við séum ekki mjög lengi að fara yfir. Þannig að það gott að hafa lengdarmörk og svo auðvitað nýta matskvarðana því að það miklu auðveldara, sérstaklega fleiri en einn að fara yfir, að við séum með eitthvað þar sem við getum tjekkað í box og það þetta sem á að koma fram og þetta kemur fram hjá þessum nemanda. Og náttúrulega langbest ef að nemendur vita af matskvörðunum og þekkja þá. Og því við höfum stundum heyrt í svona heimaprófum að nemendur sé að taka bara upp og glæru kennarans mjög mikið. Og aðeins að þá hvorki að umorða eða leggja mat á og þá þetta til dæmis eitthvað sem hægt að byggja inn í matskalan. Og þú farið ekki mjög mörg stig fyrir slíkt. Til þess að fá einhver hástig þá verður að geta gert þetta í þínum eigin orðum eða geta lagt mat á eitthvað. Einmitt, því að við hugsum það jú þannig að ef að þú getur ekki orðað þetta með þínum eigin orðum að þá ertu virkilega ekki, þá skilningurinn í rauninni varla komin. Já, því að þá ertu bara svona eins og páfagaukur svolítið að apa upp. En það sem sagt eins og ýmsar áskoranir eins og við höfum minnst á og það tekur tíma að búa til góða spurningar. Og annað sem að skipta miklu máli að nemendur þeir halda oft að svona próf, gagnapróf séu svo auðveld og þeir muni hafa nægan tíma til að fletta upp í efninu og þar að leiðandi þá undirbúa þeir sig ekki alveg eins vel og þar að leiðandi svara þá kannski ekki nægilega djúpt. Þeir eru með svona yfirborðskennd svör og þess vegna þurfum við að vera virkilega duglega undirbúa þau eða kynna fyrir þeim hvurslags próf þetta út af hvað það gengur. Þau halda stundum að þau séu að fara í hefðbundið stofupróf og geti leitað bara svarana heima en þetta bara kallar á allt annars konar hugsun eins og kemur fram með Kerfinans Blum. Það yfirleitt leita eftir miklu flóknari hugarfærni. Já, og svo þarna að þessi opnu próf, þau geta náttúrulega verið með ýmsu móti og hér hefur nú bara svona hentað þess að glæru svona alls konar hugmyndum en þetta algjörlega ekki endanlegur listi og hér til dæmis minnst á tilfelli og í mörgum námskeiðum að þá verið að nota alls konar svona cases. Sumstar þau kannski kölluð dæmi og annars staðar tilfelli eða hvað. Raunhæf verkefni, já, þarna einhvers konar scenario á vondri íslensku sem að þú þarft að taka afstöðu til. Og þarna reynir mikið á rökhugsun og greiningu. Þetta geta verið mjög góð próf. En þau þurfa eins og við höfum talað áður að vera sambærilega þyngd og matskvarð til staðar og svo nemendur viti að þetta prófið verði tilfellapróf og svo jafnvel hægt að hafa það þannig að þau fá tilviljanakennt þessi tilfelli. Þurfi ekki allir að vera með sömu. Það þurfi ekki endilega allir að vera með sömu en þá, þurfa þau að vera svona svolítið svipuð. Og svo þetta ritgerðna sem við þekkjum held ég nokkuð vel. Alls konar skýrslur sem við þurfum að gera, hvort það eru skýrslur málefni skjólstæðinga eða hvað, eða skýrslur einhverja tilraunir sem við höfum unnið. Alls konar verkefni
sem hægt að gefa og svo til dæmis samantekt greina, það hægt að útbúa svona extended abstract þannig að viðkomandi nemandi þarf að gera í mjög fáum orðum grein fyrir einhverju sem hann hefur verið að lesa. Þannig að þetta alls konar. Og það örugglega til 1000 aðra fleiri leiðir. Í vissum meira segja að það eru kennari hér allan háskóla sem að prófa einhverjar leiðir. Láta nemendur skilja inn myndbandi algjörlega eða hlaðvarpsþætti eða hvað það er margt til. Já. Og svo það munnlegu prófin og hjá okkur mjög lítil hefð fyrir munnlegum prófum svona eftir því sem að ég þekki til, kannski í flestum greinum, kannski lögfræði, þessi kannski meira þar eða, já. En að minnsta kosti að þá eru þess vegna ekki bara við kennararnir svolítið óæfð mörg í þessu, heldur líka nemendurnir. Við kannski kunnum ekki að undirbúa okkur fyrir munnleg próf. Já, að minnsta kosti mín reynsla þar mjög takmörkuð. En það sem að skiptir máli þarna að það sé þarna með prófdómari og meira segja þótt að prófin séu tekin upp á myndband þá þarf hann að vera til staðar því að hann hefur þarna mjög mikilvæg hlutverki að sinna. Hann þarna í fyrsta lagi aðstofamaður kennarans og hann getur bætt við og spurt nánar út í eitthvað sem kennaranum hefur yfirsést eða eitthvað sem ekki skýrt. Og þar að auki þá hann líka aðstofamaður nemandans, hann gætir hagsmuna hans gagnvart kennara og í okkar litla samfélagi að þá það nú stundum þannig að við þekkjum kannski foreldra nemandana og við verðum að passa okkur á að vera ekki hlutdræg og að koma eins fram við alla. Og þarna erum við með einhvern sem svona bara passar upp á að allt sé eins og það á að vera. Og svo í lokin geta svo kennarar og prófdómarar skipst á skoðunum og rætt frammistöðu nemandans og það getur verið mikil hjálp í því. Þannig að, og munnleg próf eru góð próf, mjög víða erlendis að þá eru þau notuð mjög mikið og eru góð og áreiðanleg. Við allir þetta í huga ásta líka að því þetta fer fram í Zoom eða Teams að þá kannski auðveldara en oft áður að fá prófdómara, hann getur þá verið hvar sem sko. Akkurat. Það þarf ekki endilega að sitja við hliðin á kennara. Einmitt, það mikill kostur. Þannig að það væri kannski áhugavert að prófa það. Já. Við erum svona komast á lokum hérna. Ef ég ætla að fara að breyta prófinu mínu í heimapróf, hvaða leiðir ætti ég að fara? Og það fyrsta held ég sem að við myndum mæla með að kennara gera var að skoða hæfni viðmið námskeiðsins. Af því að þau segja til hvaða hæfni nemandinn á að búa yfir við lok námskeiðsins og þá kannski eðlilegt að lokaprófið taki til þess og reyna að meta þá hæfni. Þannig maður þarf að skoða hvaða hæfni það sem ég þarf að leggja mat á. Nú ef að kennarar eiga eldra próf sem að kannski langflestir eiga nema þeir sem eru alveg nýir eða með nýtt námskeið, þá hægt að nota það sem grunn og taka það bara til endurskoðun og velta fyrir sig hvaða spurningar get ég notað. Þarf ég að breyta spurningunum þannig að það henti betur svona til að vera eitthvað rafrænt heimapróf. Þarf ég að bæta við einhverju nýjum, eitthvað sem ég get nýtt mér úr því sem ég hef gert áður. Og ef maður með opið próf þá náttúrulega verkefni sem maður hefur áður nýtt í námskeiðum eða hafa reynst vel að prófa að skoða hvort að þau henta vel. Þegar maður búinn að búa til prófspurningarnar sínar þá þarf maður að lesa prófið eða fá eitthvað sem maður þekkir til að taka prófið. Yfirleitt það reiknum maður með að nemandi sé svona 2 til 3 sinnum lengur að svara prófinu heldur en kennarinn sem bjóða til og veit þar ekki öll svörin. Þannig þetta alltaf svolítið erfitt, hvaða tímamörk á ég gera og það líka erfitt vegna þess að það eitt af því sem við getum til að auka áreiðanleika prófa. Það að gefa nemendum ekki of mikinn og alls ekki of mikinn tíma, en svo viljum við alls ekki gefa nemendum of lítinn tíma því þá erum við farin að prófa eitthvað allt annað heldur en það sem við viljum kannski vera að meta. Við þurfum að velja tímamörkin fyrir prófið og maður þarf að hafa í huga að þetta nemendahópurinn í háskólanum fjölbreyttur. Það eru alls konar rök með og á móti að hafa prófin stutt og löng. Stundum hafa heimapróf tekið yfir einhverja dag og þá eru nemendur sem segja ég hef ekki aðstöðu til að
vera án barnlaus í svona marga daga, þannig að svona aðeins að huga að hvað kemur nemendum svona líklega best, hvað svona eðlilegast. Búið til matskvarð, við erum oft búin að koma aðeins inn á þá, hvað þeir skipta miklu máli og þeir eru bara mjög góðir þegar þeir eru náttúrulega alltaf góðir, en sérstaklega þegar við erum að prófa og við erum kannski með ólík tilfelli sem nemendur að glíma við, þá verðum við, og kannski margir sem að fara yfir, það skiptir svolítið miklu máli við sem búin að fókusera vel á eftir hverju erum við að leita, hvaða atriði viljum við meta og svo ef við getum deilt þeim með nemendum. Og það eru margir sem að kennurum á að það sé gott að hafa æfingapróf, sérstaklega því þetta eru svo nýjar aðstæður og að því að nemendur eru svo kvíðnir núna. Þannig að ef að kennari treystir sér til að bjóða upp á stutt æfingapróf, heimapróf, þá bæði þurfa nemendur að glíma við einhverja eina eða tvær spurningar, þá sjá þeir dæmi hvers konar spurningar kennarinn ætlar að leggja fyrir og fá í leiðinni tækifæri til að nota þá tækni sem verður notuð á prófdag. Og þannig að maður sér þá, ég þarf líklega, þetta er ekki nógu góð nettenging hérna heima hjá mér eða ég þarf betri skjá eða ég þarf að hafa meiri frið og ró og svo framvegis. Og það er náttúrulega kannski í svona litlu æfingaprófi líka mjög gott dæmi að ræða eins heiðarleika og hversuna skiptir máli að allir geri sitt besta. Nú svo eru náttúrulega nemendur hérna með sérúrræði og það þarf að taka sérstaklega tilliti þeirra, þeir fá lengri prófatíma oft heldur en aðrir til dæmis, það er mjög algeng lausn við sérúrræðum, eða algengt sérúrræði og þá geta kennarar bæði leita til náms- og starfsráðgjafar og reyndar líka prófaskrifstofa sem getur verið þeim innan handa með þetta. Og svo þarf maður að velja í hvaða formi ætli ég að leggja þetta fyrir. Svona rafrænt heimapróf, hvaða hugbúnað ætla ég að nota og við ástæðum nú ekki sérfræðingar í þessu málum, þannig að við bendum nú á að hér í háskólanum eru miklu sérfræðingar bæði á sviði Inspira og Canvas og í Uglunni er síða sem að fjallar rafrænt prófahald og þar að finna mjög greinagóðar upplýsingar og fræðsluefni. En þessi kerfi sem við erum sérstaklega að nota núna eru Inspira sem að mjög margir kennarar þekkja og farið að nota, mjög margir sem nota það við Háskóla Íslands. Það er sérstaklega gott þegar maður er að taka próf í prófstofu því það lokar á utanaðkomandi, gerir nemendur kleift að taka prófið í tölvunni sinni en lokar leið á einhver gögn sem að nemendur eða vafra eða slíkt sem að nemendur eiga ekki að komast í. Og það missir náttúrulega þennan möguleika þegar við erum að vinna heima því að það er alveg að loka prófið en þá getur bara nemendur verið með aðra tölvu eða símann sinn eða hvað sem er. En það eru margir kostir og það er aðalkostirnir á margir kennarar kunna á kerfið og eiga kannski spurningabanka þar og það er auðvelt að nota það og það er auðvelt að taka á móti prófúrlausnunum, skipta á milli og svo framvegis milli kennara sem að fara yfir. Þannig að það hefur marga kostir. Og þannig eru til mikið leiðbeiningum við gerð og fyrirlög prófa fyrir þá sem ekki hafa prófað það áður. Og svo náttúrulega Canvas. Í Canvas eru tvenns konar prófakerfi og það er hægt að fá upplýsingar þessi tvö prófakerfi og svo að sjálfsögðu eins og við sögðum áðan að þá er hægt að búa til bara verkefni í Canvas og hafa það sem heimapróf og þá er hægt að tengja það beint við Turnitin. En það er hægt að fá frekar aðstoð alltaf á help@hi.is og það er hægt að biðja aðstoð getur hver og einn beðið aðstoð. Við erum búin að taka svo saman svona heimildir hérna aðeins í lokin og við kannski bætum við síðar. Þetta eru erlendar heimildir og líka vísanir til dæmis hérna Ástu Bryndísi sem að skrifa mjög fína grein í tímarit kennslumiðstöðvar hvernig á að búa til góð fjölvalspróf. Við erum með bara þið skrolli hérna í gegnum þetta og skoði hvað kemur ykkur helst að nota. Og svo bara minnum við á að kennslumiðstöð er tilbúin að veita aðstoð og ráðgjöf líka hvenær sem er. Myndirðu segja að þetta verður gott hjá okkur, Ásta? Er það ekki bara? Því að lokum, svo bara vonum við að þetta gangi allt saman óskaplega vel og vitum að það eru erfiðir, það er líka mikið álag á kennurum og erfitt að vera að læra á nýjar aðferðir bæði til að búa til próf og nýjan hugbúnað en við vonum að þetta hjálpi eitthvað til.
Þá bara Gangi ykkur vel. gangi ykkur vel. Takk fyrir.